ég held að ég hafi fengið bakteríuna alvarlega, altså. Því ég nú Ísfirðingur og hérna er fæddur uppalinn þar, en flutti svo til Akureyrar og lærði þar rafvirkjun og var á Akureyri í 6 ár. Og þar var stofnað Sviflufélag og sem ég gekk í og þar held ég að við smitast. Manstu hvað varst gamall þá? Já, ég var þegar ég búið til Akureyri var ég smitið 17-18 ára. Segðu mér aðeins frá Svifluárunum og svona, hverju voru í félaginu og hvað við gerum? Ég held að sé engin lifandi ennþá nema ég og Jóhannes. Og jú, og einn maður sem er á hæli hérna. Já, þeir, ég held sé allir dánir. Og, altså, menn spyrja alveg hvernig var það að smíða flugvél, eða þetta var reynda rennivél. Og þá kom það þýskur maður sem að Þjóðverji sem að hjálpaði til við að smíða vélina. Og við drösluðumst mikið með þessa fram og tilbaka, frá Akureyri og fram á Melgerðismela og og upp í Hlíðar og vorum að skutla þessi fram á Hólum og í Hlíðum. Svo lentið ykkur óhöfnum stundum? Já, altså, soldið, það var ekki svo alvarlegt. Nema einu sinni, það var Jóhannes Snorrason, hann var í hangi yfir innanverðu Akureyri, yfir brekkunni þar og bak við hann kirkjugarðurinn. Og hann fór svolítið innanlega í hanginu, þannig að vélum fór svona inn í kirkjugarð. Það var staðstæðsleysið, þá bara fór hún alveg í mask. Já, en hann slapp alveg. Hann slapp alveg. Var það ekkert flogið meira? Nei, eftir það flög ég aldrei. Raunar komum við hérna til Reykjavíkur á Sviflumót. Ég og Jóhannes, við fórum á mótorhjóli frá Akureyri og hér voru Þjóðverjar að kenna. En við höfðum eiginlega ekkert upp úr því nema að tína grjót úr Melgerðismela, nú hérna Sandskeiðinu. Fengum ekkert að fljúga eiginlega. Komst bara einn maður í þessa rennivél? Já, bara einn maður. Manstu eftir tilfinningunni þegar það var skotið í fyrsta skipti? Já, það var ég bara segi mjög spennandi. Það var ekki sem meira sætt. Þú hefur ekki verið hræddur lífið þá? Nei, ekki svo nei. Matti, segðu þeim frá því þegar þú stóðst á höndunum á kirkjuturnunum á Akureyri. Það er nú ekkert í frásagnar, sko. Jú, það lítur að vera frásagnar því að ég fréttaði svo ég varð að prófa og klifraði þarna upp og ég þóttist góður að geta svona rétt staðið á löppunum en hvernig þið fóruð að því að standa á höndunum þarna, það var mér megn. Það fannst mér alveg makalegt. Var það ekki þannig, Matti, að þú stóðst á höndunum á kirkjuturnunum og svo kom Jóhannes á eftir? Hann var á hinum turnunum. Já, hann var á hinum turnunum. Og hann stóð þar bara með hælana inn á. Jú, við vorum að prófa það. Já, prófa það. Já, það stætti að þarna svolítið framfyrir og líta svona upp, þú veist. Veitu hvað það er nokkuð loftræddir. En í sambandi við það, þá var það nokkuð gott fyrir mig, því að ég var þannig læningur í rafvirkjun og hafði ekkert kaup. En þá þurfti arkitektinn að hann kom að sunnarendar með einhverja spýru sem hann vildi láta máta upp á turnunum. Og ég var sendur með til að gera það. Já. Fyrir 15 krónur. Og það var bara góð peningar þá. Það dugði næstum því fyrir hringflugi. Já. En lögðu þið mikið áfyrir til þess að fá flugmannsskírteini? Já, það gerði vel óneitanlega. Maður var alveg blankur, maður átti engan peninga. Ég sé fyrir mig, ég átti engan peninga til að fá lán algjörlega fyrir því. Já, maður, sko þá fengust einhver styrkir til náms eða neitt. Svo, já, fyrir mitt leyti ég fór á sjóinn því að það var nú heldur betur borgað þar og maður nurlaði saman peningum og tók alla þá eftirvinnu sem maður gat fengið og annað og nurlaði saman og
leyfði sér eiginlega lítið ekki neitt. Ef maður fór í bíó, að þá fór maður það sem kallað voru almennsæti. Það voru ódýrustu bekkirnir í bíóunum, sko. Og allt eftir þessu. En með seglunum þá tókst þetta nörgla nógu miklu til þess að komast í nám. En myndu þið segja að flugmenn þyrftu að hafa flugbakteríun í sér til þess að bara þola það að starfa við þetta í 40 ár? Ég myndi halda það. Það er alveg nauðsynlegt. Þannig eitthvað. Já, ég held að ef við erum að hafa einhverja ánægja starfinu þá er það, þurfa þeir hafa þetta í sér. Vera nú ákafinn, æstir. Ég vil vera, sko, ég ætla, eitthvað svolítið. Ég byrjaði að fljúga hjá Flugfélagi Íslands 1944 vorið og stuttu seinna kom Smári líka og stuttu seinna urðu Rappidarnir 2 og við flugum þeim. Og á þessum tíma, það er svo sem ekkert að segja Rappidin sjálfa, það var svona bara eins og simpil kennsluvél, þannig sko að fljúinni og tækin í henni sem voru nánast engin. En þegar á þessum tíma þá var skrifstofa flugfélagsins í Austurstræti 10 upp á annarri hæð og þá voru stríðstímar og við gátum ekki flogið nema að láta herinn vita að við erum að fara og þeir sendu alltaf menn og tóku voru að líta á vegabréf farþegana þeir fóru. Við þurftum að hringja í veðurstofuna og vita hvernig væri að fá veðurupplýsingar og við þurftum að taka farþegana og vigta þá inn og búið til hlerstuskrá og við bárum svo farungurinn út í bíl og kyrðum það út á völl sem við gerðum alla skapaða hluti sem hægt að gera af hlóðum og hlóðum. Þannig gekk það nú fyrir þegar meðan við flugum Rappidana. Já, það má segja það í fyrsta skipti sem ég flaug að það var með Rappid og frá Akureyri til Reykjavíkur og þá var Magnús Guðmundsson flugstjóri. Og það var fyrsta flugið mitt. Fyrsta flugið mitt með flugvél, í flugvél var á Akureyri þegar maður var í Swift-fluginu, hefur kallað það, og vorum alltaf að nýsast í kringum vélarnir þegar komið, því þá var stofnað Flugfélag Akureyrar og þeir keyptu Vakko-vél, 4 sæta vél og henni flaug fyrst Agnar, Húfa Hansen og seinna Örn Jónsson og ég mátti ekki heyra vélina koma, þá var ég hlaupinn þarna niður í skýli, þar sem hann var geymd öðru hvoru og fór að hjálpa til þó ég væri ekkert beðinn um það. Og það var til þess að ég fékk einu sinni flug með Agnari til að Miklavatni í Fljótum og tilbaka og í annars skipti fékk ég flug með Erni til Siglufjarðar en hann var að skilja mig eftir þar. Það voru fyrstu flugið mín í flugvél.